Kæru skátar og okkar góðu vinir gestir sem að hingað eru komin. Gaman að sjá ykkur á skátaþingi. Það er mér mikill heiður og ánægja að fá að bjóða ykkur velkomin á skátaþing í ár. Við söfnumst hérna saman í Hafnarfirði til að heiðra okkar góða skátafélag Hraunbúa en þau, eins og flesti vita, fagna þau 100 ára starfsafmæli í ár. Yfirskrift þingsins í ár er Sækjum fram, skátar í hverri höfn og hverjum tindi, ef að Siggi vinur minn fær að ráða, því hann vill alltaf draga alla upp á fjöll, er það ekki Siggi? Jó, það þykist ekkert kannast við það. Já, þessi yfirskrift, Sækjum fram, skátar í hverri höfn, kristallar okkar ósk okkar væntingar til komandi ára. Við höfum undanfarin ár lagt gríðarmikla vinnu í innviðan okkar, í hvatakerfið okkar, í uppbyggingu viðburða og teljum okkur í stakk búin nú til þess að sækja fram. Þið munið heyra meira í kvöld af sókninni okkar, það er að segja hringferðinni og hughrjáherferðinni sem munu haldast í hendur við það að virkja landsbyggðina aftur í hreyfingun okkar. Skátahreyfingin hefur þróast og dafnað í bráðum 120 ár og hún er enn að skila sínu verki til samfélagsins og erindi hennar er jafn mikilvægt og það var fyrir 120 árum. Að stuðla að frið, að efla ungt fólk til ábyrgðar og halda tengslum okkar við upprunann og náttúruna. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera hérna í kvöld og sérstaklega ykkur sem ætla að vera hérna alla helgina. Fyrir okkur skátum er þingið eins og ættamót og árshátíð allt blandað saman og þetta er vettvangurinn fyrir okkur til þess að skiptast á skoðunum, kynnast öðrum félögum og setja stefnuna fyrir skátahreyfinguna til að sækja fram. Ég vona að þið nýtið tækifæri vel og hvet ykkur til þess að fara út fyrir vinahópinn, verður erfitt fyrir suma, en þegar það er pása, þegar það er kaffi og þegar það er matatími, reynið að finna einhvern sem þið hafi aldrei talað við áður. Setjist þið með einhverjum yfir kaffibolla og hver veit nema þið stofnið til nýs vinafélags eða eflið nýtt samstarf eða kynnist einhverju starfsemi innan skátahreyfingarinnar sem hefðu aldrei áður tekið eftir. Hæ Huldar! Síðastlið ár sýndi og sannaði hversu mikið við getum afrekað þegar við ætlum okkur það. Fyrsta landsmótið í 8 ár reis með glæsibrag á Óljósvatni og það var virkilegt afrek. Þrátt fyrir fyrirliggjandi eldraverklag, reglugerðir og handbækur landsmót, það voru þessi skátar sem koma undirbúningi mótsins í flestum tilfellum að gera það í fyrsta sinn. Bæði mótstjórn, starfsfólk, fararstjóra félagana og sveitaforingjar. Það var stórkostlegt að sjá þegar líða fór á mótið hvernig reynsluboltarnir tíndust inn og lögðu hönd á plóg. Það má heldur ekki gleyma að stór viðburður eins og landsmót gerir okkur kleift að sinna uppbyggingu á svæðinu og sinna viðhaldi sem hefur þurft að fresta vegna fjárskorts og því voru allar auka hendur svo sannarlega velkomnar. Síðustu dagarnir áður en mótið hófst voru rafmagnaðir. Spennan lá í loftinu yfir hverjum kaffibolla, afsakið ég er alltaf að tala um kaffi, það er bara mjög stór hluti af mínu skátastarfi, yfir skóflunum og sláttuvélunum og svo þurfti líka að draga fullt af nýju rafmagni inn á svæði vegna þess að það eru auknar kröfur í dag og sum skátafélög þurftu að hafa ísskáp jafnvel 2 eða baunavél sem malaði sjálft baunirnar og svo eiga sumir líka rosalega stór hjólhýsi sem þarf að tengja við rafmagn. Það var mjög stoltur foringi sem hér stendur sem fylgdist með hverju skátafélaginu á fætur öðru taka sér blauta skáta frá framandi löndum sem gerðu ekki ráð fyrir að rigningin á Íslandi fara á hlið og inn í tjöld sem standa opin og voru ekki vön því að það kæmi ekki bara sól þegar rigningaskúrinn endaði, heldur bara annar rigningaskúr. Það var ótrúlegt tilvik þegar allt í einu dundu við gleðióp yfir öllu svæðinu. Hverjir hérna tóku þátt í að öskra þegar sólin kom? Það voru margir og við heyrðum þetta yfir allt svæðið.
Það var skammur vermir þó, ég held að hún hafi verið þarna í 3 mínútur. En hún kom svo aftur seinna, Það má með sanni segja að skátahjartað sló sterkt þetta sumar. Nú brettum við aftur upp ermar við undirbúning næsta landsmót árið 2026 á Hömrum. Það er enginn spenntur að fara á landsmót á Hömrum. En árið 24 var sannarleg áskorun og ekki eingöngu við endurreisn landsmóts. Skátahreyfingin stóð agndofa frammi fyrir árás ríkisfjölmiðilsins RÚV þar sem blaðamenn horfðu fram hjá þeim gögnum sem afhent voru og túlkuðu umræðu sína ferð skáta og alheimsmót skáta í Kóreu 23 algjörlega einhliða. Horft var fram hjá þeirri staðreynd að BÍS fór að einu og öllu eftir verklagi, að félagsforingjar hefðu staðfest það á félagsforingjafundi og að skátaþing hefði að auki samþykkt afgreiðslu mótsins í ársreikning. Þessi árás var persónulega gagnvart mér og minni fjölskyldu, en hafði ekki síður áhrif á ykkur, því verstu áhrifin voru gagnvart skátafélögunum sjálfum. Ekki var hún meir en svo umhyggjan gagnvart hreyfingunni okkar þegar farið var fram með faldar upptökur og útklipptar samhengislausar setningar í fjölmiðla og á sama tíma var lokað á samtal við okkur í stjórninni. Það var skelfilegt að upplifa það á eigin skinni að einn og stakur fjölmiðill sem heitir því að fjalla mál af sanngirni og sína báðar hliðar, geti leyft sér að ráðast að elstu æskulýðshreyfingu landsins án ígrundunar og án þess að fylgja siðareglum blaðamanna. Þessi framganga var RÚV til skammar. En við stóðum af okkur þennan storm með ró og yfirvegun og munum standa ölduna í næsta sjó eins og þessum. Í samhengi við stóru málin er þessi ólgusjór lítilvægur, því heimsmynd okkar er á stöðugri hreyfingu. Nú síðast á miðvikudaginn horfði okkar íslenska samfélag valdalaust upp á brottflutning ungrar stúlku úr landi, rekkaskáta úr okkar röðum, rekkaskáta sem var með okkur á landsmóti í sumar, og hennar félagar úr Hraunbúum þurftu að kveðja gegnum glugga syngjandi bræðralagssönginn. Nú ríður á að skátahreyfingin eflist og stækki og haldi uppi boðskap sínum frið. Framundan eru bjartir og kraftmiklir tímar hjá skátahreyfingunni. Þið munu heyra meira en það í kvöld að við ætlum okkur að efla landsbyggðina aftur. Við ætlum okkur að sýna íslenskri þjóð og minna á fyrir hvað skátastarfi stendur. Við ætlum að fara aftur á landsmót eftir 2 ár og þið munu heyra glænýjar fréttir af alheimsmóti skáta í Póllandi 27. Á morgun eru margar spennandi smiðjur og á sunnudaginn ætlum við að skoða áttavitann okkar. Skoða hvaðan við erum að koma og hvert við ætlum að fara. Og ég hlakka til að heyra hvert þið viljið að hreyfingin okkar stefni. Því megum ekki gleyma því að skátahreyfing er hreyfing og það er okkar verkefni að hreyfast í takt við tímann og færa okkur þangað sem við teljum ungu fólki sé fyrir bestu að vera. Nú látum við skátaandann fylla okkar krafti, stefnum fram og tryggjum það að heimurinn verði betri þegar við förum en hann var þegar við komum. Við lyftum ljósi vitans hér í Hafnarfirði yfir landið og látum það lýsa okkur leiðina í hverja höfn. Með samstilltum krafti getum við tryggt börnum allt land aðgengi að okkar uppbyggilega starfi. Og með þessum orðum segi ég Skátaþing 2025 sett. Við ætlum að byrja á að leggja til fundarstjóra. Tillaga okkar, kemur það ekki upp? Jú, hana. Tillaga okkar að fundarstjórum dagsins eru Agnes Braga Bergsdóttir úr Skátafélaginu Hraunbúum og Arnór Bjarki Svarfdal, Skátafélaginu Svönum. Ef þið eru sammála þá megið þið klappa, ef þið hafið mótbárur þá megið þið mótmæla.
Við leggjum einnig til að Árný Björnsdóttir, skátafélaginu Hraunbúum og Ásrún Hauksdóttir, skátafélaginu Garðbúum verði fundarritarar. Þá afhendi ég AB og AB stjórn fundarins. Þannig að passa sér á svo hólu. Já, góða kvöldi kæru skátar. Ég þakka það traust sem okkur Agnes sýnt og verið velkomin á skátaþing. Ég vil biðja alla sem kom upp í pontu helgina að athuga að hér fyrir aftan er risastór hóla sem detta má í. Varið ykkur á því. Já, og við Agnes ætlum að vera grimm á tímastjórnun. Þannig að við komumst öll einhvern tímann heim til fjölskyldu okkar á þessari öld. En við ætlum að byrja dagskránni í kvöld á því að hlýða á ávörp heiðursgesta og þar sem við erum hér í Hafnarfjörðinum og Hafnfirska skátafélagi Hraunbúar fagnar í ár 100 ára afmæli, þá bjóðum við fyrstan upp í pontu Bjarna Frey Þorvarsson, félagsforingja Hraunbúa, gjörðu svo vel. Passa mig á hólunni. Kæru skátar, skátahöfðingi og aðrir gestir, verið innilega velkomin í Hafnarfjörð á þetta skátaþing. Hraunbúar eru stoltir gestgjafar í ár og á þessu aldarafmæli félagsins, en í ár fögnum við stórum áfanga 100 árum að skátastarfi í Hafnarfirði. Í heila öld hefur félagið skapað félagsskap, styrkt vináttu og gefið ungu fólki tækifæri til að þroskast og vaxa. Sem félagsforingi hef ég fengið að kynnast þeim sem hafa lagt sitt af mörkum til að byggja upp og viðhalda þessari dýrmætu arfleifð. Skátastarf er meira en útivist og ævintýri. Það snýst virðingu, samvinnu og leiðtogahæfni í eigin lífi sem á skátastarfi. Þessi gildi hafa haldið okkur saman í 100 ár og munum gera það áfram. Við höfum séð kynslóðir skáta vaxa, takast á við nýjar áskoranir og koma tilbaka sem sterkar einstaklingar. Það er dýrmætt að eiga slíkan félagsskap. Framtíðin er björt og við munum halda áfram að skapa minningar, efla einstaklinga, styrkja félagið okkar og skátastarfið allt. Takk fyrir ykkar þátt í þessari mögnuðu sögu og megi næstu 100 ár vera jafn glæsileg. Já, takk. Og að lokum hjá mér, þá ætla ég að benda á að dróttskátar í Hraunbúum eru að fjárafla fyrir brekkuleigunni í Færeyjum og eru með sjoppu, þar sem að inngangurinn er selja Hraunbúarhraun og meira. Takk fyrir. Já, næstan bjóðum við í pontu landsgildismeistara Ólaf Proppe. Gjörðu svo vel. Ágætu skátasyskin. Ég var nú eiginlega beðinn að koma hérna í pontu og ræða örlítið þessi 100 ár sem skátastarf hefur verið oftast í miklum blóma hér í Hafnarfirði. Ég ákvað að ræða fyrst hvað erum við að hugsa þegar við erum að tala skátastarf í 100 ár. Að sjálfsögðu erum við að hugsa skátafélögin. Fyrsta félagið var stofnað 25, það var drengjaskátafélag, hét Skátafélag Hafnarfjarðar þá, og það var Jón Oddgeir Jónsson sem var starfandi skáti í Væringjum í Reykjavík, HFM skáti, sem að stofnaði þetta félag þá. Með nokkrum ungrum drengjum sem voru þó ekki yngri en það að nokkrum árum eftir að félagið er stofnað, þá fer hópur hérðan sem er alveg ótrúlegt niður til Ungverjalands á Jamboree 1933. En kvenfólki var aðeins á eftir eins og víðast á landinu á þessum tímum. En það var stofnað hér skátafélagi Liljan, kvenskátafélag, og það var stofnað, ég ætla nú ekki að koma að þessu fyrst. Já, það er þessi félög sem að koma saman svo 1900 eftir stríðið. Þá gerist það svolítið merkilegt í alheimsheimi skáta að annað alþjóðabandalagið, Vossum,
Það eru tvö, þetta var algjörlega kynskipt hér í upphafinu. En Vossum ákveður að opna sínar dyr fyrir bæði kvenn og drengjaskáttum, svo það var kallað. Og rétt í framhaldi af því, þá er saminuð skátafélögin, kvennskáttar og drengjaskáttar hér í Hafnarfirði undir nafninu skátafélagið Hraunbúar. Og það er svolítið gaman að segja frá því að Hraunbúar og Heiðabúar í Keflavík, sem voru stofnað svipað leyti, eru fyrstu skátafélögin á Íslandi sem eru með bæði kynin. Mér finnst það svolítið eftirtektarvert. En það var að sjálfsögðu meira skátastarf hérna í Hafnarfirði heldur en bara skátastarf ungra skáta. Hér var stofnuð 1951 hjálparsveit skáta í Hafnarfirði sem var fljótlega mjög öflug hjálparsveit og ég var nú einn af þessari sveiti í mörg áratugi og við litum alltaf svo á að þetta væri róverstarf skáta. Það er í hjálparsveit, sérhæft róverstarf. Og svo gerist það nokkru seinna, 1963, að þá stofna hér eldri skátarsamtök, samtök Georgsgildið. Og síðar kom annað gildi hér, skátagildið, Skýjaborgir. Þannig að ég lít svo á að allt þetta starf sé hluti af þessu 100 ára skátastarfi í Hafnarfirði. Fyrst var eins og sagði skátafélag Hafnarfjarðar, svo kom Liljan og svo Hraunbúar. Hjálparsveitin var stofnuð 51, samtök Georgsgildið í Hafnarfirði 63 og skátagildið Skýjaborgir 2014. Og allt er þetta í miklum blóma í dag. Mikið gaman að fylgjast með skátafélaginu Hraunbúar í dag, mjög öflugt, afburðaforingjar og mér er sagt að þessi 150 skátar starfandi 18 ára yngri. Ég er stoltur. Hins vegar sem gamall Hraunbúi. Hins vegar þegar maður minnist eldri tíma, ef við förum svona 30-40 ár aftur tíma, kannski 50, þá voru Hraunbúar á 400 og það voru mörg önnur félög sem voru svipuð. Þannig að við þurfum að taka á þessu. Harpa, fjölga skátum. Ég veit ekkert félagsstarf sem er meira uppbyggjandi og betra uppeldi fyrir unga menn og konur en í mitt skátastarfi. Aðstaða skátana hér í Hafnarfirði 1925 var nú ekki beisin. Vísu var hér gamalt og gróið KFUM-félag, KFUM og K. Svo þess að þeir hjálpuðu nú til vegna þess að væringjarnir voru hinum einn, en það var langt á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 1925. Að vísu voru nú einhverjir strætó komin, einkabílar sem keyrðu hér á milli. En það var ekkert skátaheimili til fyrstu 22 árin. Þá skátastarfi hér í lánshúsnæði hér og þar. Lengsta tímabili var í Heljarshúsum sem kallað var eftir breskum útgerðarmanni sem hér var þá, sem var niður við höfnina, sem var eiginlega byggt á grunni gömlu Svendborgarhúsana sem voru líka tengt sjávarútvegi í Hafnarfirði. En Hafnarfjörður var að sjálfsögðu mikill sjávarútvegsbær. Það er nú öðruvísi í dag. Það er ekki mikið mörg fiskiskip gerð út frá Hafnarfirði í dag. En strax eftir stríðið þá gerist það að skátafélagið Hraunbúar eignast hús. Það var skáli sem hafði verið veitingaskáli upp í Krýsuvík. Það var hætt með hann þar og hann var fluttur í bæinn og skátarnir fengu hann, keyptu hann. Hann var settur niður við strandgötunni í Hafnarfirði. Við köllum þetta skátaheimili Hraunbyrgi. Og núna þegar maður fjallar þetta þá það Hraunbyrgi 1. Af því að það komur svo Hraunbyrgi 2 og Hraunbyrgi 3. Þetta var árið 47 og margir eldri skátar eiga góða minningar á þessu fyrsta Hraunbyrgi. 1962 þá komumst við yfir hús, stórt hús sem var kallað Edinborgarhúsið og var orðið gamalt og hafði verið byggt af Edinborgarverslun á sínu tíma hérna niður við höfnina. Og síðan var það aðalskrifstofa bæjarútgerðar Hafnarfjarðar tíma og það átti að víkja skipulagsástæðum og við fengum þetta hús.
það stóð á tunnum þarna niður við götuna, þarna við höfnina og við fengum þetta fyrir 50.000 krónur. Við fórum með þetta upp á Hraunbrún og þar var þetta sett niður og þar var skátaheimili, Hraunbyrgi 2, allar götur fram að, já nú er ég, hvað er þetta nú? Já, 5 mínútur, já, ok. Já, það skiptir ekki öllum máli. En, og síðan 1947 hafa skátar í Hafnarfirði átt sitt eigið skátaheimili. Og síðasta skátaheimili sem er hér við Hraunbrún, hérna hér með Víðstaðtúnið, við hlíðar, við hérna, hvað heitir gatan? Hjallabraut. Það var nú svo mikið lagt í það að það var farið í samkeppni teikningu á þessu skátaheimili. Og það voru vel metnir arkitektar sem höfðu teiknað meðal annars Bláa lónið og ýmislegt fleira hér í Hafnarfirði og víðar sem var unnu þessa samkeppni og hönnuðu húsið sem er alveg stórkostlegt skátahús, vil ég segja, byggt utan þarfir skátastarfsins. Þið hefum sjálfsagt séð það hús mörg ykkar. Nú, hjálparsveit skáta var mjög öflug og áræðin og hún byggði sitt eigið hús, björgunarmiðstöð og félagsheimili við hliðina á skátaheimilinu, hliðina á Hraunbyrgi 2 og það var fyrsta björgunarsveitin á landinu sem byggði sitt eigið hús. Og þessi hjálparsveit er líka fyrsta björgunarsveitin á landinu sem opnaði dyr sína fyrir bæði konum og körlum. Ég er svolítið rekinn á því. Nú, aðstaða skátana var líka, við byggðum hérna 3 skátaskála. Fyrst var byggður skátaskálinn 1946 upp við Kleifavatn, Hverahlíð og margir skátar hér eiga miklar og góða minningar. Þá var skálaferðirnar alveg stórkostlegur hluti af skátastarfinu. Nú, ég ætla ekki að dvelja lengur þetta, en segja að stórir viðburðir á þessum 100 árum. Ég vil nú meina að ferðin til Ungverjalands 1933 hafi verið stór viðburð í þessari sögu og kveikti í mörgum. Svo fórum skátar á Hafnarfirði og fjölda innlendra og erlendra skátamóta, þar á meðal mörg jamborímót, íslensk og erlend landsmót og fjöldi annarra skátamóta. Nú svo vil ég segja eitt svona lokum að hraunbúarnir, þeir voru með sitt fyrsta vormót árið 1939 og nú eru 82 ár liðin síðan það var og það hefur verið haldin, það er 85 ár en mótin sem hefur verið haldin eru 82. Þannig að það eru 3 ár sem fjallu úr á öllum þessum langa tíma og það finnst mér alveg stórkostlegt. Er eitthvað þannig? Já, það eru skátarnir í dag. Nú, ég ætla ekki að segja svo meira. Eitt síðasti stór viðburður er svo 100 ára afmælið og það var haldið og er haldið núna þetta ár. Það var haldið með pomp og prakt hérna 20. febrúar og þá komu fleiri 100 manns í skátaheimilið og mjög ánægilegt. Og það er ekki búið, þau haldið allt. Ég ætla ekki að segja meira en aðeins þetta var meiningin að gefa ykkur svona smá innsýn inn í þessi 100 ár í Hafnarfirði. Takk fyrir. Við þökkum Ólafi kærlega fyrir þessa mjög áhugaverðu yfirferð sögu skátastarfs í Hafnarfirði. Næstan upp í pontu viljum við bjóða fyrrverandi skátahöfðingja Ágúst Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Spýta hérna sem er svolítið leiðilega.
svolítið. Kæri skátasystkini, það er langt sem ég hef komið. Ég kom þó alltaf á afmælinu og þetta er sérstaklega skemmtilegt að koma þarna afmælinu til Hraunbúa. 100 ára, það er ekki smávegis. En ég ætla nú fyrst og fremst að koma hingað til að þakka Hraunbúum fyrir gott aðstoð við að stofna Vífil. Í Hraunbúum var þá starfandi 2 flokkar sem voru úr Garðabænum. Og það var líka stúlkur sem voru líka á Garðabænum og ylfingar eða yngri skátar sem voru líka hérna. Höndum Sigurjóns Vilhjálmssonar, skáta ylfingafóringja. En hvernig sem það var, þá var ég að vinna í garðinu mínum, stinga niður trjám, þá komu Vilbergur Júlíusson sem var skáti hérna í Hafnarfirði og skólastur í Garðabæ og spurði hvort ég vildi ekki stofna félag hérna í Garðabæ. Og ég sagði það var sjálfsagt, ég voða gaman að því. En við þurfum að gera ýmislegt, sagði ég. Ég fór til skátanna hérna í Hraunbúum og fekk þá til þess að aðstofa mig. Fyrsta lagi að tala við strákana sem voru hérna úr Garðabæ að koma og verða í Vífli og eins stelpurnar. Og svo fekk ég það bestur hjálp sem ég hef nokkuð til að fengið. Það voru foringjarnir sem ég fekk frá hafningunum. Sigurgeir, hvers svona var hann aftur skýrir? Óskar, já. Og Helgi Tryggvason og svo var það hérna Unnur Sigurðardóttir sem tók stelpurnar og þetta var náttúrulega aðalatrið að fá góða og vana foringja til að aðstofa okkur. Þetta var til þess að félagið var mjög sterkt strax í byrjun og ég ætla að þakka ykkur hérna Hraunbúa fyrir þessa aðstoð. Ég ætla að gera það fyrr en það er aldrei á seint gert. Við hefum haft ýmislegt með Vífil að gera. Við áttum skátaskála upp í Henmörk og það var kveikt í honum og hann brandi kaldra kola. En við vorum svo heppnir að kona mín var gjaldkeri og hafði tryggt okkur svo mjög vel að við gátum fengið annan skála strax. Og hún var alltaf sterkur hjallur baku mig, þessi kona. En ég ætla bara að segja ykkur það að við stöndum allir upp og gefa þeim eitt rikk-tikk, Hraunbúum. Takk fyrir. Rikk-tikk, rikka-tikka-tikk, hopsa, hopsa, hí. Rikk-tikk, rikka-tikka-tikk, hopsa, hopsa, hí. Rikk-tikk, rikka-tikka-tikk, hopsa, hopsa, hí. Já, kæru skátasystkinn, næst upp í pontu ætlar hún Harpa skátahöfðingi að segja okkur aðeins frá minningu látinna félaga. Það er hefð fyrir því hér í dagskránni að við minnumst látinna félaga okkar, þeirra skáta sem hafa farið heim, eins og við köllum það. Fyrir þau ykkar sem ekki þekkja, þá er þetta táknið okkar sem kemur úr sporarötunar kennslu skáta hérna fyrr á tímum. Þið getið örugglega spurt hann Gústa í kaffinu hvernig það virkaði allt saman. En þetta merkir þýðir ef við teiknum þetta í jörðina að við séum snúin við og farin heim. Og þetta er því merkið sem við nýtum þegar við minnumst farin á látinna félaga.
Síðastliðið ár og síðastliðin mánuði hefur verið hoggið skarð í okkar hreyfingu og margir hér inni sem þekkja til. Við höfum líka tekið upp þann sið að ekki nefna fólk sérstaklega, þannig að við séum ekki að gera upp á milli fólks. En ég ætla að biðja ykkur að rísa úr sætum og minnast þeirra félaga sem nýlega hafa hvatt okkur og haldið heim. Takk fyrir þetta, Harpa. Næst á dagskrá kosning í kjörnefnd og allsherjarnefnd skátaþings og því stýrir Auður Sesselja fyrir hönd stjórnar bandalagsins. Jú, takk fyrir. Í kjörnefnd tilnefnum við Sölku Guðmundsdóttur í skátafélaginu Mosverjum, Sebastian Fjalldal Berg í skátafélaginu Klakki og Þórildi Elínardóttur Magnúsdóttur í skátafélaginu Kópum. Einhverjar mótbárur við því? Þá bara klöppið. Takk fyrir þetta. Þá það næst allsherjarnefnd og í allsherjarnefnd tilnefnum við Daniel Þröst Pálsson í skátafélaginu Árbúar, Guðrún Inga Úlfsdóttir í skátafélaginu Fossbúar, Jón Freysteinn Jónsson í skátafélaginu Ægisbúar, Margrét Rögnvaldsdóttir skátafélagið Skjöldungar og Vilhjálmur Þór Sigurjónsson skátafélagið Hraunbúar. Einhver sem mótmælir því? Takk fyrir. Takk. Já, og þau sem hafa nú hlotið kjör í kjörnefnd og allsherjarnefnd skátaþings eru beðnir að koma afsíðis með henni Katrínu Kemp sem stendur þarna við hliðina og funda á meðan við höldum áfram í dagskrá. En næsta dagskrá kynning á úthlutunum úr styrktarsjóði skáta 2025. Það hann Sævar, gjaldkeri bandalagsins, sem að stýri því. Bjóða hann velkomin í pontu. Góðan daginn, kæru skátasyskin. Það mikill heiður að fá að greina ykkur frá þeim félögum sem hafa fengið styrk úr sjóðnum, styrktarsjóð skáta. Ein spurning, það kemur enginn hérna upp við það, eða fáðu eitthvað í hendur eða? Já, fáum fulltrúa. Ég mun sem sagt lesa upp hérna nafn félags, fyrir hvað verkefni stóð og upphæð. Og það væri gott að fá, vantarlega fyrir myndatöku, fá fólk hér upp. Já, það eru Garðbúar og Mosverjar sem sóttum styrk fyrir sumarskátastarf fyrir dróttskáta og þeir fengu úthluta 50.000 krónum. Skátafélagið Árbúar sóttum styrk fyrir sumarhristing færeyskra og íslenskra skáta vegna brekkulegunar, skátamóts í Færeyjum og þeim var úthlutað 100.000 krónum.
Skátafélagi Landnemar sóttu styrk fyrir útgáfu uppskriftaheftis með skátauppskriftum og fengu 100.000 krónur styrk. RS Snúður sóttu styrk þess að gera spil færnimerki og fekk 100.000 krónur. Skátafélagi Ægisbúar sóttu styrk vegna framkvæmda á endurbótum í skátaheimili Ægisbúa og fengu 500.000 krónur styrk. Og skátafélagi Mósverjar sóttu styrk til kaupa á 30 björgunarvestum og fengu 510.000 krónur styrk fyrir þeir. Og síðast en ekki síst, þá var SSR sóttu styrk til kaupa á salernum skámum á útivistarsvæði við Hafravatn og fengu 500.000 krónur styrk. Samanlagt þetta gerir þetta 1.860.000. Gerir aðri betur. Takk. Og við bara hvetjum skátafélög að sækja styrki á næsta ári. Enga feimni í því sambandi. Takk fyrir. Ef við ekki að gefa þessum flottu verkunum eitt BRAVFO áður við höldum áfram. BRAVFO, bravo, bravo, bravo. BRAVFO, bravo, bravo, bravo. BRAVFO, bravo, bravo, bravo. Glæsilegt. Þá næsta dagskrá afhending heiðursmerkja og það Harpa Ósk skátahöfðingi sem að veitir þau. Gjörið svo vel. Já, þetta alltaf skemmtilegt að fá að varpa örlitlu ljósi á gott starf og flotta einstaklinga í hreyfingun okkar. Hann Davíð ætlar að spreyta sig á að koma henni í pontu. Já, góða kvöldið. Ég nú vanar að vera þarna, en ætla þetta gangi, það ekkert víst að þetta klikki. Við ætlum að byrja á afhendingu þjónustumerki Bís úr gulli og fyrir fararstjórn á Róvervei fá þau fararstjórnarnir þjónustumerki Bís úr gulli. Það eru þau Þóra Lóa Pálsdóttir úr Hraunbúum, Valdís Huld Jónsdóttir úr Vífli, Alex Már Gunnarsson og Halldóra Hinriksdóttir. Ef að viðtakendur eru ekki hér, þá mega félagsforingjar koma og sækja merkið þeirra.
mynda. Já. Næst er það fráfarandi félagsforingi Ægisboða sem hlýtur Þórshammarinn og bronsi. Hann heitir Haukur Friðriksson. Já. Hann er ekki viðstaddur, þetta er hann Jón. Nú næst veitum við hraunbúum úr Hafnarfirði. Akkur er þetta að hlæja mér? Heiðursmerki fyrir framlag sitt til skátastarfs. Það eru þau Bjarni Freyr Þórðarson, hann fær Þórshamar og bronsi. Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir, hún fær skátakveðjan og bronsi. Guðni Gíslason fær skátakveðjan og bronsi. Klaus Hermann fær skátakveðjan og bronsi og Þórey Valgeirsdóttir fær skátakveðjan og silfri. Unnur Líf Kvaran. Það kom að halda plattan. Mér langar að bæta því við að þetta fólk hefur helgað sig ævinni skátastarfinu. Farið þið og takið spaðan að þeim þegar þið hittið þau í kaffinu. Takk fyrir. Húla, húla, víva! Húla, húla, víva! Húla, húla, víva! Og þetta er takk á íslensku. Smá inngangur, sorry Davíð. Allt í góðu.
Það er ekki oft sem að við veitjum hetjudáðamerki. Við gerðum það í fyrra og við ætlum að gera það aftur núna. Já. Það fá 3 aðilar hetjudáðamerki í ár. Já. Við tökum bara einn í einu, segir hún Harpa. Fyrsti hafinn er Matthildur Guðrún Hlín Leósdóttir úr skátafélaginu Heiðabúum. En hún fær orðuna fyrir það að sýna hárrétt viðbrögð þegar það rofnaði kransæð hjá móður hennar og þær 2 einar heima. Hún lét móður sína hringja 112 og beið rólega með henni þar til sjúkraflutningamenn komu og fylgdu henni alla leið á hjartagáttina sem stuðningur. Við gefum henni gott klapp. Næst er það Anna Kristjana Öfjörð Helgadóttir úr skátafélaginu Klakki. Hún hlýtur bronskrossin fyrir rétt viðbrögð við slysi á dróttskátamóti í Viðey þar sem skáti ökklabrotnaði. Anna tók stjórn á aðstæðum, hlúði að skátanum og veitti aðstoð við andlega skyndihjálp. Lét útbúa börur og stýrði því að skátanum var komið í ferjuna til að fá aðstoð við hæfi á Landspítalanum. Gefum henni líka gott klapp. Næstur til að hljóta hetjudáðamerki er hann Jón Andri Helgason úr skátafélaginu Árbúum. Hann hlýtur silfurkrossin fyrir hetjulega björgun og krín þar sem írskir skátar mistu fótana í straumharðri á sem þeir reyndu að þvera. Jón Andri stakk sér á eftir þeim og kom þeim að lokum í land blautum en afar þakklátum fyrir lífgjöfuna. Gefum honum gott klapp. Ég vil taka fram að þetta er ekki eitthvað til að setja á markmiðalistan sinn fyrir forsetamerkið að fá þessar orður. Við skulum tryggja öryggi í skátastarfi fyrst og fremst. Gefum gott klapp. Já, þau eru öll sannarlega vel að þessum merkjum komin. Næst á dagskrá eru kynningar. Við fáum í kvöld 3 kynningar. Ég ætla að fara yfir þær allar hér og svo býði þau eitt af öðru í pontu. Kynningar sem við hlýðum á í kvöld eru í fyrsta lagi frá Ásgeiri Hreiðarsyni, Brynjari Erni Svavarssyni og Elínu Ester Magnúsdóttur skátamiðstöðvar í samstarfi.
Síðan frá Ingibjörgu Guðmundsdóttur, mótstjóra landsmót skáta 2026. Síðan frá Guðrúnu og Unni Líf í stjórn bandalagsins hringferðina. Og loks frá Ragnari Þór, framkvæmdastjóra bandalagsins hughreyfaherferðina. En við bjóðum fyrst velkomin í pontu Ásgeir Hreiðarsson, Brynjar Örn Svavarsson og Elínu Ester Magnúsdóttir. Gjörið svo vel. Já, kæri fundarstjórar, skátahöfðingi og aðrir fundargestir. Við erum hér fulltrúar frá 3 skátamiðstöðum sem erum búin að vera að vinna svolítið í samstarfi og erum að koma á samvinnu á milli okkar og ætlum á morgun að ítra þetta aðeins með umræðu hvað við getum gert og hvernig við nýtum skátamiðstöðarnar til þess að styrkja skátastarfið sem best og og ætlum að leita til ykkar með það. En það sem við erum einhver á flettaranum með það, flettist bara svona við erum að vinna í því að auka samvinnu okkar og samstarfið í okkar hreyfingu eru skátamiðstöðarnar svolítið heimavöllur skátanna til að byggja sitt starfu og við viljum reyna að auka samvinnuna og minnka það að allir sé að finna upp hjólið upp á nýtt. Við erum búin að vera að vinna í þessu frá því í haust, erum búin að hittast reglulega á öllum þessum stöðum og í alheiminum í netinu og erum búin að vera að vinna af þessum sameiginlegu markaðsmálum okkar, samræma og ræða það hvernig við getum samræmt það að þegar fólk, hvort sem það er skátar eða aðrir, koma á þessa staði, að þeir fái þá upplifun að þeir sé á skátastað og þetta sé þeirra eins og segi heimavöllur og það er kannski megin markmiðið með þessu og þá að skoða hvað við erum að gera sitt í hvoru lagi og hvernig við getum nýtt okkur það saman og unnið úr því. Þannig að það er bara samnýting, áþekking og reynslu sem við erum að horfa á. Þannig að Brynjar alltaf að... Já, þú eiginlega búin að segja allt sem ég ætlaði að segja. Það er ekki nema von. Nei, en eins og Ásgeir segir, þá er náttúrulega markmiðið líka fyrst og fremst hvernig við getum, kannski ég færi mig hérna en ég heyri betur í mér, náttúrulega markmiðið fyrst og fremst að hvernig við fáum fleiri skátahópa innlenda og erlenda til þess að nýta sér þessi svæði og og hvernig við getum nota þessi svæði í að fjölga í hreyfingunni. Þetta eru hraunbúar í Hraunbyrgi eru að fara núna af stað með þessa breytingu að við erum með tjaldsvæði og gistiheimili, við erum að fara í þessa vegferð að breyta okkar starfsemi í skátamiðstöð af því við höfum alla innviði til þess þannig að þetta er bara virkilega spennandi verkefni og ég held bara líka að okkur langar að fá fleiri ef það einhverju fleiri skátafélög sem eru í einhvers konar rekstri að hafa, þetta er ekki bara við þrjú eða við þessi 3 svæði, það eru líka fleiri allir undir ef einhver í einhvers konar rekstri þá á það heima inn í þessu samtali. Ég held að þá sé næst í dóttinni Hólna. Einklaræði viðbót. Eins og þeir hafa báður komið inn á þá erum við þegar búin að fara yfir svona vítt og breitt yfir sviðið og erum farin að rotta okkur saman alls konar hluti. Meðal annars munum við líklega
líklega munum við fyrir lok þessa mánaðar öll vera að fara að nota sama bókunarkerfið, en svo voru líka alþjóðafulltrúarnir okkar að senda út sameiginlegan póst fyrir okkur sem að leit svona út, og nú ætlum við bara að dæla útlenskum skátum til Íslands alveg í stríðum straumi. Ef að þið hafið einhverja hugmyndir eða viljið taka þátt í smá spjalli þessar fyrirætlanir, þá hvet ég ykkur alveg endilega til þess að koma á smiðjuna okkar á morgun eftir hádegi. Og svo ætla ég að misnota aðstöðuna mína og benda á að það eru 9 erlendir sjálfboðaliðar í svona búningi sem að hjálpa til hérna á þinginu með okkur. Þetta starfsfólk Úlfljótsvatns, endilega spjallið við þau, þetta bráðskemmtilegt fólk. Takk fyrir. Og næsti pontu Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmótsskáta 2026. Gjörðu svo vel. Er ekki að ykkur merki? Heyrðu, já, góð kvöldið. Ég bara Ingibjörg. Fyrir streymið. Já, næsta. Já, komið þið sæl. Ég heiti sem sagt Ingibjörg Guðmundsdóttir og ég hef verið skipuð mótstjóri næsta landsmóts. En bara svona svo ég segi ykkur stutt frá mér, ég hefði kannski ekki þurft að kynna mig fyrir nokkrum árum síðan, þá hefði hver einasti skáti í salnum vita hver Ingibjörg Guðmundsdóttir væri. Nei, það er svona pínudjók. En ég sem sagt fyrst og fremst þá er ég hér út af þessu. Ég er kennari, ég er sérkennari við Síðuskóla á Akureyri. Ég er mamma 3 barna og ég á tengdadóttur og ég er eiginkona. Og það er eiginlega út af því að ég er mamma sem ég er komin inn í þetta svolítið aftur. Vegna þess að hann Jónótur minn og Ragna, þau eru alveg svakalega mikli skátar og voru á síðasta landsmóti og fannst það geggjuð upplifun. Og mér finnst bara svolítið gott að vita að ég get komið að skátastarfi og gefið börnunum mínum eitthvað. Þannig að þess vegna er ég tilbúin í þetta með ykkur. Og ég segi með ykkur. Ég ætla ekki að gera þetta allt sjálf. Næsta. Ég er sem sagt, já, úr skátafélaginu Víbli. Þó ég búi í dag á Akureyri. Ég hef nú ekkert komið að skátastarfinu í Klakki, en ég sé samt sem foreldri hvað skátastarfið hjá Klakki er rosalega öflugt og rosalega flott fólk þar sem ég er svo sannarlega tilbúin að vinna með meira. Þetta eru gamlar myndir sem eru teknar af mér úr skátastarfi. Ég hef farið á fjölda erlendra móta, ég hef líka farið á landsmót. Og þessi mynd, hún er til á skátasafninu. Hérna er ég sennilega 13 ára. Ég er ekki í skátabúning af því að það var ekkert rosalega mikil spenna fyrir skátunum í fjölskyldunni minni. Ég bara, kannski man ég ekkert hvort ég átti skátabúning sem hafi passað hana, skilur. En ég átti gula peysu og ég fekk kórunu og ég var ógeðslega glöð í skátunum. Bara þetta var skemmtilegasta sem ég gerði. Og þetta er það sem ég vil koma með á landsmót. Hvað er ógeðslega gaman í skátunum og hvað eru margir sem geta fundið sér eitthvað til þess að gleðjast yfir í skátunum. Næsta. Í Kjarnaskógi 1993 þá komum við saman nokkra stelpur sem að voru bara svolítið einar á báti í sínum félögum. Stelpur sem að voru foringjar
og báru mikla ábyrgð í félaginu sinu, en við höfum kynnst í gegnum eitthvað starf, kannski á skátaþingi, kannski á djamboríi, kannski á einhverjum bara eitthvað staðar. En úr varð skátaflokkurinn Ratatoskur. Og þessi hérna mynd er tekin af okkur í Skaftafelli 2017, þar sem að við tókum að okkur að sjá staðinn, dagskrána sem var í Skaftafelli, í tengslu við Mút. Geggjað gaman, geggjað. Og þetta svona það sem ég langar til þess að segja núna. Þarna við erum líka búin að taka okkur verkefni á landsmóti saman sem vinkonur. Og við erum búin að taka okkur fullt af svona starfi. Og þetta svona það sem ég vil svolítið höfða til ykkar. Mér langar til að fá þessa skátaflokka til þess að taka að sér verkefni fyrir næsta landsmót sem verður á Hömrum 2026. Næsta. Ég ekki ein í þessu, ég búin að fá nokkra með mér, við erum bara rétt að komast á stað, en við erum alveg ferlega flottur hópur. Við erum alveg ógeðslega öflug og við fengum geggjaverkefni, við erum búin að hanna þema og allt. En þau sem að hafa verið með mér í þessum fyrstu skrefin, fyrstu undirbúningsfundirinn hafa verið haldnir fyrir norðan. Dagskrárstjóri Jóhann Malmqvist, stand upp. Jóhann, gjörðu svo vel. María, hún er ekki komin hérna í dag, en hún kemur á morgun og þið knúsið hana bara frá mér. En Anna Kristjana, má ég segja þig, stand upp líka. Og svo sjálfsögðu Ásgeir frá Hömrum. Er hann farinn? Nei. En við erum sem sagt þau sem hafa verið að hittast og erum byrjuð á þessu. Næsta. Nei, bíddu. Við erum endilega búin að finna þemað. Við erum búin að opinbera hvað þemað verður. Og nú ætlum við að opinbera það fyrir ykkur. Er ekki til? Woohoo! Má ég sjá. Skita. Woo! Við ætlum semst öll að vera á norðurslóð. Er það ekki geggjað? Við ætlum að vera á norðurslóð 20. júlí til 27. júlí 2026 og ég bara bið ykkur að taka dagina frá. Er ekki til í það? Ok, það þarf náttúrulega kannski ekki að færa mikil rök fyrir því af hverju við erum á norðurslóð. En næsta. Það sem sagt náttúrulega fyrst og fremst erum við á Norðurlandi. Í öðru lagi, við erum innan heimskautasvæðisins. Þegar við erum komin hérna norður á Akureyri, þá erum við komin innan heimskautasvæðisins. Og þá getum við fjallað áhrif hlýnunar jarðar og þá heimsmarkmiðin. Við getum líka bara talað náttúrusvæðisins og hvar við erum. Öll útivistinn og allir möguleikarnir sem er hægt að nýta í tengslum við þetta þema. Og bara þessa sjálfsbærni og nýtingu auðlinda. Er það ekki? Er þetta ekki gott? Ok. Þannig að næsta. Þetta eru semst Hamrar og þetta verður á Hömrum og Hamrar eru náttúrulega, ég veit ekki hvort ég á að segja það, en þegar ég fór norður, þá flutti ég fyrst til Hríseyjar, svo fluttum við inn á Akureyri og ég bý bara í næstu götu við Hamra. Þetta er sem sagt í bakgarðinu hjá mér og ég bara þarna, öll mín útivist fram á Hömrum. Þannig að á Hömrum þá finnst mér æðislegt að fara á sumrin, að hjóla, á skíðum, gönguskíðum á veturnar, gangandi eftir vinnu á kvöldin og þetta er bara yndislegt svæði og það eru margir möguleikar sem eru til staðar sem svæði býður upp á. Næsta. Ég held að við höfum farið yfir eina en það er allt í lagi. Þetta er sem sagt Hamrar og við erum náttúrulega, það er þessi nálægð við Akureyri
og svæðið býður upp á mjög marga möguleika. Mínar minningar af skátamótum á Akureyri eða í Kjarnaskógi og Hömrum eru þessir Akureyrardagar. Það er ótrúlega skemmtilegt að fara með skátana til Akureyrar og taka þátt í því að ganga bæinn og leysa þrautir og verkefni þar. Við höfum svo rosalega marga möguleika. Næsta. Þetta er sem sagt bara svæðið. Ég bý sem sagt hérna bara, flokki mínu. Ég bý hérna bara. Þannig að það er inn á kortinu, Kjarnagatan. En þetta er sem sagt svæðið, þetta eru Hamrar og ekki síst bara Naustaborgirnar og svo Kjarnaskógur sem eru síðasti hlutinn. Og ég sé það fyrir mér að það sé hægt að nýta allt þetta svæði í dagskrána. Við erum með skóginn þarna og við erum með ótrúlega fallega kletta og fallegt tjaldsvæði. Næsta. Það er eitthvað annað svona, þetta er bara svæðið. Ásgeir verður tilbúið með tjaldsvæði fyrir okkur. Þetta er ótrúlega vel, sjáu þið, þetta er hjólhýsin á sumarlagi, skilurðu, þetta er ekki á móti, en þið sjáu bara staðsetninguna. Þetta er geggjað. Sjáu þið hvað þetta er æði. Og mér segja sko það verður búið að taka hérna rafmagnslínuna sem eru hérna, þetta verður allt svæðislegt. En síðast en ekki síst, þá ætlum ég að nefna við ykkur að við óskum náttúrulega eftir að fá bara fólk til samstarfs við okkur. Við erum með hérna QR-kóða þar sem fólk getur skráð sig og óskað eftir sérstökum verkefnum, en svo líka bara komast inn á póstlistan og fá að fylgjast með frá upphafi. Já, og QR-kóðin er líka uppi. QR-kóðin er út um allt. Komið. Takk fyrir það, Ingibjörg. Við hlökkum auðvitað öll til þess að fara á landsmót skáta á næsta ári. Næstar upp í pontu eru Guðrún og Unnur Líf sem ætla að kynna fyrir okkur hringferðina. Velkomin í Hafnarfjörð. Ég er að leggja stað í ferðalag. Unnur ætlar að koma með mér. Við erum sko ógæðislega spenntar að kynna fyrir ykkur hringferðina sem er ferðalag, við maður passa okkur á hólunni, það verða samt vonandi ekki margar hólur á leiðinni. Ferðalag sem skátahreyfingin á Íslandi ætlar að leggja af stað í saman á næstu árum. Já, þannig að pakkið ofan í töskurnar og komið með okkur. Við byrjum á að koma okkur í stellingar, við ætlum að spenna beltin. Við ætlum að sjá fyrir okkur epískt roadtrip með öllum skátavinum okkar. Veðrið og vindar eru með okkur í liði og uppáhaldslagið okkar er að spilast í útvarpinu. En Guðrún, hvert er eiginlega markmiðið með þessu? Já, sko, markmiðið er að við erum með svona stór markmið. Vá, hvað textinn fór eitthvað. Já. Þið bara gískið hvað stendur? Já. Markmiðið hringferðarinnar er að koma af stað skátastarfi út allt land. Markmiðið er 3 ný félög eða deildir í hverjum landsfjórðungi og erindrekar í hverjum landshluta. Við byrjum á því að stofna eða endurvekja 3 ný félög hverjum landshluta á næstu 5 árum og ráðum til þess erindreka. Til þess að styðja við starfið þá í hverjum landsfjórðungi fyrir sig og auðvitað allir vinni saman. En af hverju erum við að þessu? Ég skal segja það. Við viljum tryggja börnum allt land aðgengi að fjölbreyttu æskulýðsstarfi. Og við sem erum hérna inni, við vitum náttúrulega hvað skátastarfið er uppbyggilegt og gott og bara skemmtilegt. Og við teljum að öll börn á landinu bara eigi það skilið að vera í skátunum og hafi ávinning af því að vera með okkur. Við vitum líka og takið öll undir að skátalíf er gott, skátalíf er holt, skátalíf er hreyfing og það er líka þroskandi fyrir heilan. En, já, hringferðin er þríþætt.
Næsta glæra. Við ætlum að stofna ný skátafélög eða deildir land allt eða endurvekja gömul félög sem hafa legið í dvala. Við ætlum líka að bjóða nýja sjálfboðaliða velkomna og fjölga fullorðnum skátum og sjálfboðaliðum með því að bjóða upp á fræðslu og þjálfun. Og þar að auki munum við líka auka við stuðning og bjóða við stuðning við þau félög sem eru þegar starfandi og þurfa aðstoð að halda eða þau félög sem eru tilbúin að fjölga skátum í sínu félagi og eða sjálfboðaliðum. Næsta glæra. Það er okkur að kenna, við vorum fikta. En ok, takk. Sem sagt, þá er það hlutverkin í þessari ferð okkar og stjórn BÍS er þessi ágæti leiðsögumaður sem ætlar að staldra við á mörgum stöðum á ferðalaginu og kafa djúpt. Þannig við verðum jú í mörg ár í þessari ferð. Og stjórn BÍS heldur utan skipulagi á hringferðinni og stýrir næstu stoppum og hvetur hringferðalangana áfram. En svo er það skátamiðstöðin sem verður bílstjórinn og þar sem hún mun veita stuðning og sjá að framkvæma ýmis verkefni á ólíkum stöðum á leiðinni. Skátafélögin verða svo virkir þátttakendur eða virkir farþegar í ferðinni og fá stuðning við að fjölga skátum og sjálfboðaliðum og styrkja starfið en frekar í sínum hverfum eða sveitarfélögum. Og einnig munu áhuga sem félög taka að sér vera stuðningsfélög við ný félög eða deildir. Við viljum endilega spjalla meira þetta við ykkur á morgun. Næsta glæra. Tada! Já, þið fáið sér þetta frábæra tækifæri til þess að vera með okkur í þessu. Þið sjáu allavega klukkan hvað? Það er geggjað. Ok, þannig að á morgun þá kíkja á okkur í þessar smiðjur. Þetta eru 2 smiðjur, annars vegar þar sem við tölum hvernig við ætlum að taka á móti nýjum sjálfboðaliðum og hvaða stuðning og fræðslu og þjálfun við getum boðið þeim upp á og hvernig við getum verið öll saman í því. Og hins vegar er smiðja klukkan 15:05 þar sem við munum tala fjölgun skátafélaga og stuðning við félögin. Já, og hver ykkar ætlar svo með okkur í þessa ferð? Þannig við hlakkum bara til að fara með ykkur í ferðalag. Þetta verður episkt road trip. Já. Já, spennandi tíma framöndan og næstur í pontu er Ragnar Þór, framkvæmdastjóri bandalagsins og hann ætlar að segja okkur frá hughriffa herferð. Svo tók á móti mér. Gott kvöld. Erfitt að koma eftir svona orkumiklu sjói, geggja dæmi. Heyriði, kæri þingheimur, skátahöfðingi, fundagestir, stjórn, samstarfsfólk, öll sömul. Ragnar heiti ég, framkvæmdastjóri BÍS. Það er reglulega gaman að standa hérna með ykkur í dag, í kvöld og gaman að sjá svona mörg áhugasöm og glöð andlit hérna í salnum. Ég ætla stuttlega að kynna fyrir ykkur verkefni sem að BÍS hefur ráðist í fyrir hreyfinguna alla. En það er verkefni sem við köllum hughriffa herferðina. En í raun er þetta svipað og auglýsingaherferð, þó að megin markmið þessa verkefni sé ekki beint að selja, heldur erum við að vekja upp jákvæð hughrif í garð skátahreyfingarinnar. Og þá veltum við fyrir okkur hvað eru hughrif. Var þetta ekki nógu gott? Við sjáum hvort það komi. Hughrif einmitt vísa til tilfinninga, hugsunar eða ímyndar þegar maður er að hugsa ákveðin hlut eða ákveðin situasjón. Og það er það sem við viljum láta skína í gegn hjá okkur í þessari herferð okkar eru hughrif. Hvað er það sem fólk hugsar þegar það heyrir orðið skáti eða hvað er það sem fólk hugsar þegar það hugsar skáta. Máttu skipta aftur, herra. Ræðum aðeins aðdraganda herferðarinnar og mig langar að fá leyfi til þess að tala aðeins frá hjartanu hérna. Ég var sjálfur í skátafélaginu Faxa þegar ég bjó í Eyjum.
Svo kenndi ég í Björgunarskóla Landsbjargar og hef lifað á fjöllum síðan ég var 19 ára gamall. Í dag er ég 42. Ég á 2 mjög orkumikla stráka sem heita Örvar og Ernir og konu sem heitir Nína og svo er hund sem heitir Nero líka. En til þess að setja hlutina í smá samhengi þá erum við mjög mikil útivistarfjölskylda, kannski svona típisk miðaldra millistéttarfjölskylda, en við gistum að meðaltali 25 nætur í tjaldi yfir hvert sumar, við göngum mikið og skíði er okkar aðal áhugamál. Við höfum stóran vinahóp sem að gera nákvæmlega þetta líka og ferðast með okkur alla trissur. Ég byrja sem framkvæmdastjóri Bandalags íslenskra skáta í lok maí 23 og eitt af mínum fyrstu verkefnum var að heimsækja Úlfljótsvatn og vera að fluga á vegg á dregaskátamóti. Sjá og kynnast starfseminni í aksjón. Ég pakkaði tjaldvagnin, ég tók fjölskylduna með austur, ég horfði á allt þetta sem var í gangi á mótinu, gjörsamlega agndofa yfir kraftinum, gleðinni og orkunni. Þetta er það sem börn, ungmenni og í raun fullorðnir þurfa í dag, hugsaði ég með sjálfum mér á þessum tímapunkti. Seinasta kvöldið settust ég og kona mín niður eftir að strákarnir okkar sem höfðu verið úti í aksjón í hátt í 12 klukkutíma voru steinrótaðir. Við sátum í fortjaldinu á tjaldvagninum, Nína horfði á mig og spurði: af hverju veit fólk ekki af þessu, Raggi? Þessi setning hefur fylgt mér þessi 2 ár sem framkvæmdastjóri Bandalags íslenskra skáta. Hvernig getum við auðga líf barna, ungmenna og fullorðina? Jú, við getum það með því að láta vita hvað skátar í raun og veru gera. Skátahöfðingi hefur sagt mér hvað það er í raun og veru langt síðan að farið hefur verið í verkefni af þessum toga og það er ljóst í mínum huga að samfélagið, ungmennin, fjölskyldurnar, einstaklingarnir þarna úti eigi í raun og veru bara heimtingu á því að vita hvað við erum að gera hjá skátunum. Svo öll geta upplifað það sem ég fékk að upplifa á mínu fyrsta dregaskátamóti. Uppgefin og alsæl börn í lok dags. Það er í raun og veru ekkert sem að gefa foreldri jafngóða tilfinningu og akkurat og einmitt það. Mótskipta. Þetta verkefni er unnið með auglýsingastofunni Sahara og til að byrja alveg á byrjunni þá fengum við tilboð frá 4 mismunandi aðilum eða auglýsingastofum. Við hittum þau öll og áttum samtöl oftar en einu sinni. Lendingin var tilboð Sahara þar sem nálgun þeirra var heildstæðust og viðmót og þjónusta best að okkar viti. Nálgunin hjá Sahara er dálítið viðamikil og skiptist í raun og veru í 2 kafla. Það er að segja hughrif og síðan virkni, eða á ensku impressions og engagement. Hvað er það þá í raun og veru það sem við erum að gera? Hvað er það sem við erum að gera? Með Sahara, sem er stór stofa hérna í Reykjavík og er reyndar í Bandaríkjunum líka, þau hafa mikla reynslu og þekkingu á þessu sviði. Við höfum haldið vinnustofur með ráðum bandalagsins og félagsforingjum til þess að bara aðstoða okkur við að koma samræmdum skilabúðum út í gegnum herferðina og meginmarkmið þessa verkefnis er einmitt að koma því til skila sem við gerum. Að koma því til skila á myndrænan hátt hvað skátastarf sé. Það verður búið til svokallað flaggskipsmyndband þar sem færnimerkin eru nýtt í þær senur í þessu flaggskipi og eins í alla herferðina. Við erum með æðislega flottan hóp af skátum sem að bæði leikur og aðstoðar í verkefninu sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur því við viljum sýna skáta. Þegar birtingar hefjast verður töluvert sýnileika og má þar nefna sjónvarp, það má nefna kvikmyndahús, strætóskýli, auglýsingaskilti og vissulega internetið. En með því að nálgast verkefni á þennan hátt að vera með margar litlar senur sem að byggja svo upp heildar flaggskipið, þá eigum við, hreyfingin, mjög mikið af efni sem hægt er að brjóta niður
og birta við hinn ýmsu tilefni í framtíðinni. Við þurfum ekki að notast einungis við stóra myndbandið, þetta flaggskip, heldur fáum við mikið efni sem að við getum nýtt svo ókomna tíð. Svona til þess að loka þessu, þá vil ég segja að markmiðið okkar með þessu ekki að búa til eitthvað svona yfirframleitt efni með leikurum úr Borgarleikhúsinu með fullri virðingu fyrir þeim. Við viljum fá skáta, við viljum sýna hvað við erum að gera á faglegan hátt. Hvernig við erum relevant, hvað unga fólki okkar er að gera, sjálfboðaliðar og hvernig skátahreyfingin hefur í raun og veru svar við mörgum af þeim vandamálum sem íslenskt samfélag og önnur kljást við í dag. Einmannaleiki, skjánotkun, kvíði og svo framvegis. Þetta er stórt verkefni og þetta kostar hátt í 12 milljónir króna. Og við erum öll skátar, framleiðendur að vanda okkur mjög vel svo að efnið nýtist inn í framtíðina og þeim markmiðum sem við setjum upp með í byrjun náist. Hún múti skipta. Oddur Auðunsson, ægisbúi, kom til liðs við okkur og fylgdi hópnum þegar fyrstu 2 senurnar voru teknar upp og við ætlum að fá smá innsýn á bakvið tjöldin hérna, svona frumsýning á bakvið tjöldin hér og horfa á vídeo sem að Oddur bjóð til handa okkur. En áður en við gerum það, þá langar mig til þess að loka með þessum orðum. Við erum skátar, við getum verið stolt af því starfi sem á stað í dag. Ég er stoltur skáti, stoltur starfsmaður Bandalags íslenskra skáta. Takk fyrir jákvæðan öllsömul. Tölum hvort annað upp á sama tíma og við temjum okkur gagnrýna hugsun og sýnum í verki hvað í okkur býr. Gjörðu svo vel. Smá myndband frá Oddi, takk fyrir mig. Farveldana voru nokkri skáta, gingang gúli 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 vatsa gingang gú. Þeir voru grunnsamlega miklir máta, sjálfveli sjálfveli ekki byggi pala hú. Þeir föngu bæði gítara og lungu, gingang gúli 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 vatsa gingang gú. Og heimskulega skáta söng var sungu, sjálfveli sjálfveli ekki byggi pala hú. Skátar með sín endalausu, hún var rasagóð. Af öllu þeirra heila seila höfum við fengið nóg. Já, miklu meira en nóg. Þeir ætluðu sér esuna að klífa, gingang gúli 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 vatsa gingang gú. Með klútar sínar, klútar safn og rífa, sjálfveli sjálfveli ekki byggi pala hú. En oft að vitin sveik á öðru stundu, gingang gúli 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 vatsa gingang gú. Þeir leiðina úr bænum ekki fundu, sjálfveli sjálfveli ekki byggi pala hú. Skátar með sín endalausu, hún var rasagóð. Af öllu þeirra heila seila höfum við fengið nóg. Já, miklu meira en nóg. Geggjað! Skátar með sín endalausu, Ok, fagna! af öllu þeirra heila seila höfum við fengið nóg. Já, miklu meira en nóg. Koma! Koma svo! Ekki það! Koma! Geggjaður, Róbert! Af öllu þeirra heila
seila höfum við fengið nóg, já miklu meira en nóg. Herru, ok, en við bara fylgja mér. Ok, við ætlum að fara svona hring. Byrja þarna, skjóta skot þar, fara hingað, skjóta skot hér og fara hingað og skjóta nokkur skot í restur skotunum. Ok. Og það væri geggjað að við myndum bara taka þennan hring og skjóta þessu skot og þú verður búinn. Ég verð með dag í Eyrarfjörð. Ekki línu, þetta er bara eins og það sé að einhvers staðar að labba. Já, æsstað hérna. Já, einmitt, var það ekki svona erfið að koma staðar? Jú, með bíla. Já, já. Samt eiginlega það í lítið. Já. Þetta er ótrúlega skot af þér. Það ekki? Jú. Dramatískt bakgrunn. Ég var alveg magnaður autofókus á þessu.
This is Wix Studio, the platform for agencies and enterprises, built to meet any brief. When your project calls for bold creativity, design freely on Figma and seamlessly move to Studio, where your vision takes shape. Fine-tune every detail, add motion, craft custom interactions, and let AI handle responsiveness. Í hreyfingunni og eins og flestir vita þá átti hún von á dauða sem var gift Skjöldung sem hún þar af leiðandi hún núna hangir þetta hálsinn á henni, Skjöldunga ættleiðin. Bara njóttu og ég vona að hann, mátt nota hann eins og þú vilt sko, hann ekki spari. Ég veit það mjög vel að Óli var maður hefða og orðuveitinga og mér hefur verið sagt að þessi úlfur hafi verið í eigu Hrefnu Tínes á sínum tíma og mér finnst afskaplega fallegt að við sjáum hvernig hreyfingin okkar hreyfist áfram en samt höldum við í kjarnan okkar gamla og við Óli slóumst einu sinni aðalfund SSR og hann hendi mér út. Kæra þakkir, Damar. Undir venjulegum kringumstæðum myndi ég minna fólk á að halda sig við efni fundarins en við látum þetta slæta. Þá komið að fundarliðinum til að gera aðra tilraun að fundarliðinum afhending skipunarbréfa félagsforingja og við fáum Hörpu Ósk skátahöfðingja aftur á svið. Þá vil ég afhenda hér skipunarbréf nýrra félagsforingja og með mikilli ánægju vil ég fá hér upp
Jón Freysteinn Jónsson sem félagsforingi skátafélagsins Ægisboga. Þú verður að koma hér og taka við þessu, minn kæri. Svo er það mynd fyrir Andreu einhvers staðar þarna. Og meðan við tökum mynd þá ætlum við að kalla upp Jón Garðar Sigurjónsson sem er nýr félagsforingi skátafélagsins Landnema. Fögnum því líka. Og þá er það að lokum nýr félagsforingi skátafélagsins Svana, Vilhjálmur Bergs. Hann er hér. Fögnum nú ábyrgðarmiklum nýjum félagsforingum, gefið þeim gott hróp, hvað ef að gefa þeim? Heillgæfa gengi, Landnemar lifi lengi. Ok, og Svanir. Og Ægisbogar. Hóvar bæði og yndisleg. Næst á dagskrá er niðurstaða kjörnefndar. Kjörnefnd hefur nú lokið störfum sínum og úrskurðað kjörgengi og fjölda kjörbréfa. Ég bið formann kjörnefndar að stíga á svið og lýsa niðurstöðu nefndarinnar. Já, sælu veriði. Nú ætla ég fyrir hönd kjörnefndar að þylja upp niðurstöðu kjörnefndar. Í sambandi við réttmæti þingfulltrúa þá samþykktu við að leyfa 11 þingfulltrúum frá 7 skátafélögum að setja skátaþing með tilheyrandi réttindum þrátt fyrir að skráning hafi borist eftir tilsettan skráningatíma. Af þeim eru 3 aðalfulltrúar samkvæmt kjörbréfi. Kjörnefnd hefur úrskurðað að leyfa þeim að halda atkvæðisrétti. Það eru nokkur félög sem eru með A-aðild sem að sitja ekki í skátaþing í ár. Það myndi vera Skátafélagið Akranes, Skátafélagið Borgarnes, Eilífsbúar, Einherjar og Valkyrjan, Farfuglar, Faxi, Hafernir, Segull, Vogabúar og Örninn. En það eru 15 skátafélög með aðild A og 2 skátafélög með aðild B sem að skiluðu gögnum á réttum tíma. Radíóskátar skiluðu ekki inn kjörbréf á tilsettum tíma og fá því ekki úthlutað atkvæði að þessu sinni. Og til gamans þá má geta það að í ár skiluðu öll félög sem að eru með fulltrúa á þinginu í dag inn gögnunum á réttum tíma. Já, ætlum að þylja upp þau félög með aðild sem eru viðstaddir í kvöld. Það myndi vera Árbúar, Fossbúar, Garðbúar, Heiðabúar, Hraunbúar, Klakkur, Kópar, Landnemar, Mosverjar, Skjöldungar, Stígandi, Strókur, Svanir,
Ægisbúar og Vífill. Síðan með B-aðild eru fulltrúar frá Radíuskátum og Sólheimum. Þar sem að þessi félög eru öll viðstödd eru mögulegur hámarksfjöldi kjörbréfa í salnum 61 af 62 mögulegum og kjörnefnd hefur ákveðið að úthluta 58 kjörbréfum og þau skipta sem svo. Með 4 atkvæði eru eftirfarandi skátafélög: Árbúar, Fossbúar, Garðbúar, Heiðabúar, Hraunbúar, Klakkur, Kópar, Landnemar, Mosferjar, Skjöldungar, Svanir, Ægisbúar og Vífill. Skátafélagið Strókur hefur 3 atkvæði, skátafélagið Stígandi er með 2 atkvæði og skátafélagið Sólheimar er með 1 atkvæði. Og svona að lokin hafa nú svona fróðleiksmóli að í ár eru 29 aðalfulltrúar sem eru á aldrinum 13 til 25 ára og það þýðir að í ár er akkurat 50% atkvæða skátaþingi í höndum ungmenna sem er voða gaman. Þá ætla ég bara að þakka fyrir hönd kjörnefndar. Já, við þakkum fyrir það. Nú þegar 2 klukkutímar og korter eru liðin af þinginu er komið að dagskrárliðnum tillaga að dagskrá skátaþings. Og nú verður borin upp tillaga að dagskrá þingsins og hún tekin til umræðu og afgreidd. Þetta er þá fyrsta tillagan sem er umræðuhæf og ef að fólk vill kveða sér hljóðs þá biðjum við ykkur að hafa samband við okkur fundarstjórna og við setjum ykkur á mælendaskrá. Þegar allir hafa lokið máli sínu eða ef enginn vill tjá sig þetta að þá er hún borin upp til afgreiðslu og kosningar og við getum haldið áfram. En það er Katrín sem ætlar að segja frá þessari dagskrá. Sæl öll, gaman að sjá ykkur öll. Það má fara yfir á næstu glæru sem sýnir dagskrá skátaþings. Já, og mátt bara sýna dagskrána, það er næsta glæra. Þetta er dagskrá skátaþings eins og hún var send til félagsforingja og hefur verið birt inn á upplýsingasíðu þingsins. Og það má fara yfir á næstu glæru og sýna laugardag og sunnudag síðan. Þegar þið hafið aðeins. Já, ok, skemmtilegt. Heyriði, eru einhverjar athugasemdir þessa dagskrá? Því ef svo... Já, það stendur morgunmatur á bakvið apríl. Ef að það eru ekki athugasemdir við dagskrá þá vil ég leggja til að hún verði samþykkt með lófaklappi. Já, og dagskráin skoðast þá samþykkt. Þá er komið að, ef þið vill lengsta dagskrárlið kvöldsins, það eru kosningar í embætti, í laus embætti. Það má minnast á það að þegar hefur verið kosið í 1 laust stjórnarembætti en það er áheyrnarfulltrúi ungmenna. Hann var kosinn á ungmennaþingi sem haldið var fyrir fáeinum vikum síðan, lögum samkvæmt. En í kvöld verður kosið gjaldkera og meðstjórnendur. Áður en við gerum það, þá ætlum við að prófa kosningakerfið okkar. Og kosningakerfið okkar er rafrænt. Og til þess að opna kosningakerfið þarf einhvers konar tæki, fartölvu eða síma. Og tæknigúrúnur okkar hér ætla að sýna okkur hvernig þetta kerfi virkar. Þannig að hafið þið tækin við höndina. Jú, sæl aftur, gaman að sjá ykkur.
Allir sem eru skráðir fyrir kjörbréfi fyrir sitt félag eiga að hafa fengið tölvupóst í dag frá kerfi sem að heitir NemoVote. Ef að þið fenguð ekki þann tölvupóst þá vil ég vísa ykkur, hann hefur leynst í svona einhverju svona flokkun. Sum tölvupóstkerfi hafa flokkað þetta sem einhvers konar promotion eða spam, þannig að þið megi endilega athuga þar hvort að þið hafið, þar leynist einhver tölvupóstur. Já, sko, tæknin í dag, sko, nefnmögnuð. Ef að þið finnið ekki þennan tölvupóst þar, þá megi endilega koma til okkar starfsfólk skátamiðstöðvarinnar og við aðstoðum ykkur að sjálfsögðu við kerfið. Þið megi endilega, öll sem eru skráð fyrir kjörbréfi, bæði aðalfulltrúar og varafulltrúar, skrá ykkur inn í þetta kerfi af því að við ætlum að vera með prufukosningu. Og hún Sædís, tæknistjóri BÍS, ætlar að varpa henni hérna yfir. En kosningin sem við ætlum að nota til pröfu er sem sagt af tvennu næs. Hvort er betra á landsmóti? Rigning eða fluga? Og þessi kosning ætti að vera bara opin inn í kerfinu og ætti að birtast ykkur þar og þið megið bara byrja að kjósa. Já, spurning úr sal. Það er möguleiki að fá aðgang að Wi-Fi fyrir þau sem að geta ekki reddað sér öðruvísi. Og ég skal koma með aðgangsorðið fyrir þig. All right, herru, ég ætla að gefa ykkur nokkrar sekúndur í viðbót til þess að kjósa. Við lokum kosningu eftir nokkrar sekúndur, þannig að öll sem eiga eftir að kjósa mega endilega ganga í það sem fyrst. Því ég veit að við erum öll æsispennt að vita niðurstöðurnar. Ég held að þetta verði vissulega mest spennandi kosning skátaþings 2025. Allra síðustu forvið að kjósa, af því að við ætlum að loka kosningu eftir 5 sekúndur. Og við lokum kosningu. Hún er lokuð. Og hún Sædís ætlar að birta niðurstöður hér. Má ég fá trommuslátt? Wow. Ég segi bara áfram landsmót 2024. Lengi lifi. Heyri, þá er þessari pröfu á kosningakerfi lokið. Já, þá er komið að raunverulegum kosningum. Þá er búið að prófa kerfið og þá komið að raunverulegum kosningum. Eins og áður sagði er kosið gjaldkera og meðstjórnendur í kvöld. Reynir Tómas, formaður uppstillingarnefndar, er á blaði hjá mér og vilt þú fá að kynna frambjóðendur? Á meðan Reynir Tómas kemur sér upp á svið, þá ætla ég að
tilkynna frambjóðendum að frambjóðendum býðist að koma upp í pontu og kynna sitt framboð. Hver frambjóðandi fær 3 mínútur til að kynna sitt framboð og við höldum okkur við þann tímaramma. Já, og þið fáið merki þegar 1 mínúta er liðin, 1 mínútur eftir. Já, góða kvöldið. Já, það er kosið til gjaldkera og 2 meðstjórnenda og ef við ekki bara sjá frambjóðendur. Já, 2 meðstjórnendur og gjaldkeri einmitt og meðstjórnendur eru framboð til 2 meðstjórnenda eru eftirfarandi. Guðrún Stefánsdóttir, Skátafélagi Hraunbúar og Þórhallur Helgason, Skátafélagi Segull. Og framboð til gjaldkera eru eftirfarandi. Eva María Sigurbjörnsdóttir, Skátafélagi Árbúar og Sævar Skaftason, Skátafélagi Kópar. Já, ég er búinn, já, flott. Já, eins og glöggir átt að sjá er kosið 2 sæti fyrir meðstjórendur og þess vegna og það eru bara 2 frambjóðendur þar í boði. Engu að síður verða stjórnarmeðlimir að hafa fengið að minnsta kosti 50% atkvæða, þannig að við munum ganga til kosninga til þeirra embætta. En svo er að sjálfsögðu bara einn gjaldkeri, þannig að það er kannski meiri úrslitakosning þar. Fyrst vil ég spyrja frambjóðendur til meðstjórnenda, hafið þið áhuga á því að koma upp í pontu og kynna framboð ykkur á 3 mínútum? Já, þá bjóðum við Guðrúnu velkomna í pontu. Ég er að fara í hringferð. Ég ætla nú ekki að byrja að detti en áður en ég legg af stað í ferðalag. Ég heiti Guðrún og er hraunbúi. Ég hef setið í stjórn BÍ síðastliðin 2 ár og það tekur tíma að koma sér inn í svona störf og fyrsta árið er maður bara algjörlega lost. Þannig að ég var það og seinna árið lét ég til skara skríða og er núna á leiðinni í hringferð. Þannig að vonandi fæ ég bara umboð ykkar til að halda áfram því ferðalagi og ég hlakka til að ferðast með ykkur öllum áfram. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Þórhallur, er hann í salnum? Má bjóða þér að kynna þig? Gjörðu svo vel. Halló, ég er sem sagt þessi Þórhallur. Ég er reyndur oftast kallað Laddi, þannig að kannski þetta getur valdið ruglingi. En ég er svolítið í lögunum og svona, þannig að þú veist, mér finnst alveg gaman og búin að vera lengi í þessu og bara var alveg til að vera áfram sko, eða þið vilja að ég sé áfram sko. Þá, þú veist, Laddi, Þórhallur, sammaðurinn. Þannig bara, já, takk! Skýrt og skórunort. Já, þá ætlum við að hlýða á framboðsræður frá frambjóðendum í gjaldkera og við förum bara í stafrófsröð. Eva María, má bjóða þér að koma í pontu og kynna framboð þitt. Þarna ertu. Blessu vertu ef ég velkomin á sviðið. Er þetta svona hver dettur fyrstur í gatið? Er það keppni? Já. Góða kvöldið. Við skulum hafa þetta stutt. Ég sá það voru greinilega allir að tala um hvaðan ég kom. Ég heiti Eva María og er úr Árbúum. Ég byrjaði að starfa á síðustu öld. Samt ekki alveg jafn lengi Ólafur hefur starfað. Ég er mamma 3 skáta. Það var víst mjög vinsælt áðan að tala um dýri sín og ég og einn hund sem heitir Týrus, eina kind sem heitir Skessa, svo
Svo er ég bara ekki búin að nefna hinnar 300, þannig að það er bara ein sem er með nafn. Já, sko, þær sem við nefndum síðasta vor, þær er ekki lengur til. Ég er að bjóða mig fram í gjaldkeran því mér finnst svona mikilvægt að við förum að horfa á svona fleiri hluti eins og að skrá öll skátafélög sem almannaheillafélög, sem þýðir að ef einhver velji að styrkja félagið okkar getur hann fengið skattaafslátt á móti. Þetta auðveldar okkur að fá styrki frá öðrum heldur en bara bandalaginu. Fyrir mér er mikilvægt að bókhald sé opið líkt og flest sveitarfélög bjóða upp á. Þannig að það er alltaf hægt bara að sjá stöðuna, hvenær sem er á ári. Ég hef komið rosa flottan punkt hérna, Efling, Úljótsvatns og Hamra og ég held nú bara að Elín Ester og Ásgeir séu bara að sjá það sjálf, en það er náttúrulega gott að styðja við þau. Og að uppgjör við ferðir séu vel unnin, eða viðburði séu vel unnin í samstarfi þá sem stýrði viðburðunum. Og þetta er svona svona 4 mál sem mér finnst skipta máli. En ég ætla að hafa þetta stutt svo við fyrir að komast heim kvöld, það er allir svona þreyttir. Takk. Já, og þá bjóðum við velkominn Sævar Skaftason úr skátafélaginu Kópum. Þú gjörðu svo vel. Já, ég heiti sem sagt Sævar Skaftason og á mínum yngri árum þá starfaði ég í skátafélaginu Kópum í Kópavogi og svona til gamans má segja að þeim árum þá var bara annarkvort hægt að vera í Breiðablik eða í skátunum og ég valdi skátana. Og síðan starfaði ég með hjálparsveit skáta í Kópavogi og er ennþá félagi þar. Síðustu 5 ár hef ég sinnt embætti gjaldkera bandalags íslenska skáta. Einnig hef ég verið formaður stjórnar grænna skáta ásamt öðrum verkefnum sem tilheyra stjórnarstörfum. Markmið mitt með starfi gjaldkera BÍS hefur fyrst og fremst verið að láta gott að mér leiða fyrir hreyfinguna, stuðla að heiðarlegum og vönduðum vinnubrögðum. Ég hef notið góðs af því að hafa starfað í 30 ár við rekstur fyrirtækja sem tengjast ferðaþjónustunni á einhvern hátt og hef kostað að nýta þá reynslu í störfum mínu fyrir BÍS og dótturfélögin. Á síðustu 5 árum hafa margar áskoranir komið upp hjá samtökunum og dótturfélögum sem of langt væri að telja hér upp, en þegar litið er yfir farin veg má gleðjast yfir mörgu, endurmeta margt sem hefur verið gert en ekki síst að draga lærdóma af öllu því sem betur má fara. Í starfi mínu sem gjaldkeri hef ég átt gott samstarf við fjármálastjóra, framkvæmdastjóra og stjórn BÍS og stjórnir dótturfélaga. Án góðs samstarfs við nefnda aðila væri erfitt að sinna embætti gjaldkera af fagmennsku og trúnaði. Mín einkunnarorð eru samstarf, samvinna, traust og trúnaður og ég tel það vera lykilinn að velgengni. Að þessu sagði þá gef ég kost á mér næstu 2 árin í starf gjaldkera BÍS. Takk. Já, ég þakka öllum frambjóðendum fyrir sína kynningar og nú verður gengið til kosninga. Fyrst verður kosið meðstjórnendur og eins og áður segir þá þarf, þó að þetta séu bara 2 frambjóðendur 2 embætti, þá þarf einhver segir að fá 50% kjör að lágmarki. Þannig að við göngum til kosninga meðstjórnendur og við tökum meðstjórnendana einn í einu. Þannig að þegar þið opnið kosningakerfið fáið þið 1 nafn og kjósið það. Hvort að þessi einstaklingur megi vera meðstjórnandi áfram eða ekki, eða taka við þessi meðstjórnandi eða ekki. Og svo kemur næsta nafn og þetta segir sér síðan sjálft. Ok. Þá er kosningin komin í loftið og ég býð ykkur að kjósa.
hálfa mínútu. Og 10 sekúndur. 3, 2, 1 og nú lýkur kosningu. Já, og við birtum þá niðurstöður úr þessari fyrri kosningu meðstjórnendur. Guðrún rétt kjörin meðstjórnandi með 92,9% atkvæða. Spurning til þeirra sem aftast sitja, sjáið þið vel á skjáinn? Já og nei. Get ég lesið upp á skjánum til að auðvelda lífið eða þarf að stækka letrið einhvern veginn? Bara lesa, flott mál. Hér segir Guðrún hlaut 92,89% atkvæða og auður og ógildiseðla voru 7,14 eða 4 atkvæði. Þannig að hún rétt kjörin. Og þá göngum við til kosninga næsta frambjóðanda til meðstjórnenda. Kosningakerfið opnar núna. Ég vil minna á áróður og kjörstað bannaður. Tíu sekúndur eftir. 5, 4, 3, 2, 1 og kosningu lokið. Það kosningu seinna meðstjórnendaembætti lokið og við fáum niðurstöðunar á skjáinn. Rétt kjörinn með 49 atkvæði eða 89% atkvæða Þórhallur Helgason, auðir eða sitja hjá 6, alls 10,9%, þannig að Þórhallur rétt kjörinn meðstjórnandi. Þá gengið til kosninga embætti gjaldkera og kosningin fer í loftið núna. Hálf mínúta. Tíu sekúndur. 5, 4, 3, 2, 1 og kosningu lokið. Komnar niðurstöður? Já, þá komnar niðurstöður úr kjöri til gjaldkera og við fáum þær á skjáinn. Þetta æsispennandi.
Já, dagskrárliðurinn Tæknin stríðir. 12 atkvæði hlýtur Eva María og 43 atkvæði hlýtur Sævar Skaftason, 21%, 21,8% Eva María, 78,2% Sævar og Sævar er því réttkjörinn gjaldkeri. Já, nýkjörinn gjaldkeri kveður sér ljós og við höfum ákveðið að leyfa það. Kæru skátasystkini, takk fyrir traustið. Ég vil segja það bara að Eva var með góða tillögur opið bókhald og fleiri hluti og ég hvenær sem ég tilbúin að hitta hana í kaffi og heyra hennar hugmyndir og ábendingar. Bara alltaf hjartanlega velkomin til mín. Takk. Já, við erum vel á undan áætlun. Það er gleðiefni. Hérna áður en við frestum þingi, þetta var síðasti dagskrárliðurinn í kvöld, en áður en við frestum þingi eru skilaboð frá hraunbúum. Horfið í kringum ykkur hér í Víðistaðaskóla. Þið gætu lært eitthvað hraunbúa og þessi skilaboð eru mikilvægari en þið haldið. Ok, og áður en við kveðjum þá minnum við á að eftir að við frestum fundi þá tekum við kvöldaskrá sem að sjálfboðaliðar á Úlfljótsvatni skemmti dagskrá, en þing heldur áfram á morgun klukkan 9, morgun matur byrja klukkan 8, korter í 9 byrjum við alla þingfulltrúum að vera mættir í sal og við byrjum síðan stundvíslega klukkan 9. En að svo sögðus lýsi ég skátaþingi frestuðu fram á morgun. Takk í kvöld.